Það Epic EM sem heilsar á þessum þriðju degi. Með mér í dag, Hjálmar Örn. Já. Velkomin. Takk. Og Mikael Nikolásson, mækarinn. Velkomin. Bara hjemma.net setið hérna, bara sett upp aftur. Já, Alltaf vinnu að vilja kalla Það engin annar sem getur gert neitt þetta. Nei. Það öllum hent út úr settinu, hvort sem að sé píla, handbolti og hóbolti og það enda alltaf þessi þríu saman. Já, þetta orginal hjemma.net gengið. Já. Strákar, við hérna... Það er í gangi hérna, segja menn. Já, tjattið, Hjammi, þú ætlar að fylgjast með tjattinu. Já, ég er með það hérna. Hjammi ætlar að fylgjast með tjattinu. Serðu þau svona vel? Já, ég ennþá. Hefur Hjammi riðið yfir sig eins og kunni Birgis gerður á króknum. Já, Hjammi, þú mátt líka ritskoða tjattið. Já, ég held ég verða. Ég með sem er gleru, ég er nú að geina að fá mig ný því ég sé ekki einu svona á þetta, sko. Nei, þetta Það er gaman að þessu. Fólk er greinilega, það er galsýmönnum að leikur í dag. Það er rosalegur leikur, maður. Hvernig svona, maður finnur það bara sjálfur, þetta er svona, mér líður, svo sem Manchester United sé að spila mikilvæg leiki meistaradeildinni. Þetta er svona þessi kvíði er núna að koma. Já. Já, ég, sko, mér hefur liðið svona, og ykkur náttúrulega báðum og öllum, náttúrulega síðustu árin, hefur ykkur liðið svona nákvæmlega eins fyrir Ungverja einmitt, en núna er ég svona ennþá meira stressaður. Af því að ég veit hvað er, þú veist, það var rosalega mikið undir þarna 2023, þegar við töpum þarna og erum 6 mörgum yfir. Það er ekki lengri en 2 ár síðan. Það er 3 núna, það er 2023. En svo aftur 2024, þá töpum við 8 mörgum. Já, 2004. Já, og það eru 2 ár saman. Já. 4 mínus 6. Já, sjá það ekki ger. Og hérna, þannig að, en núna við vitum bara hvað er rosalega mikið undir og við vitum alveg að Ungverjarnir eru grjót fucking harður á móti okkur, sko. Þetta er rétt og, Nafli, viltu ekki fara í þetta? Jú, förum bara strax í spesialuna. Þetta er hérna, þessi er, já, þetta er Ísland vinnur, Ómar Ingi yfir 5,5 mörk, Óðinn yfir 2,5 mörk og Imre yfir 3,5 mörk og Mikael Rosta yfir 3,5 mörk. Þetta er frá Tetta. Það lítur að vera. Hann náttúrulega veiktist aðeins í gær kallinn, hans er hann ekki hérna. Já. Oft er að menn veikjast og þá veikjast hausinn aðeins líka í leiðinni. Já, þú veist alveg það. Finnst þessi alveg glataðir? Þetta er svo margir markaskorar. Já. Og Imre er náttúrulega hotnamaður, hann er í Kíl, þú veist, eitt besti maður í liðinu. Og Rosta, jú, þeir eigatri geta farið yfir þetta. Og svo náttúrulega Ísland vinnur þannig að, nei, þú veist, þeir misti bara margir og ég er bara búin að brenna mig svo ofta á þess að vera með eitthvað svona markaskorara og en auðvitað veist ekki hver dettur en þetta er bara eins og í fótboltaselunum þú ert með fleiri leiki að þá er oftast möguleiki eitt kliki. Hvað er alltaf að vera að benda á þér að fara í Tyrklands? Þú ert ekkert sköllóttur. Þú ert ekki bara með einhverja fárlega stutta klippingu. Jú, en það er svona að segja það, sumir segja það skilur sem ég get ekki samna í tagl. Það er vesinn. En hérna... Ég hef aldrei lítið á þessum sköllóttur. Nei. Og ég svo ef einhver þetta þekkja þannig skilur þú? Ég er að segja það. Það er bara glæri vitleysingar með tagl sem er eitthvað... Ég segi við lítum á Hjamma sem sköllóttan. Já. Síðan er þessi... Ég er með þennan. Hver er með þennan? Ég er með þennan. Þetta er þú, Mike. Ég sjáu líka að það er 45 búin að taka þennan. Já, það er nú fleiri búin að taka naflanum þessu. Þetta dettur alltaf í 101, eðlilega. Sko, ég held að Ómar, við fáum alltaf 3-4 víti. Hann er búin að vera öruggur, ég er samt að bíða eftir hann klikki og ég bara spá í möguleikin að þessi segir að Ómar klikki. Býtu, þú ert með sama og hann. Þú ert með alltaf mikið af mönnum yfir mörk. Nei, ég er bara meitt niður mörk. Ómar yfir 5,5 mörk og Óðinn. Já, en sjáðu, þú ert talað um krókur. Þeir eru báðum Óðinn yfir 2,5. En þegar Óðinn gerir 1 í fyrri og 1 í seinni, hvað þá? Já. Yfir 1,5. En hann gerir bara fleiri mörk en 1 í fyrri og 1 í seinni. Það er bara ekki flóknar það. Ég sá seðluna þegar ég hugsaði. Það verður að hugsa. Ég segi þetta nei. Óðinn á að gera 2 mörk. Ég held Ómar, að ég veit að margir er að spá í það og Gilsarinn ennþá þetta á tenni, ætlis ekki flutta þangað hann er mikið hann er gaman að betta líka á það og hann var einmitt að spyrja á hann og ég, ef Gilsarinn horfir á eftir sem dæmi að þá fer Ómar alltaf yfir 5,5 mörk í þessu leik ef hann skorar úr fyrsta vítinu sinu. Góða punktur úr spjallinu verður þetta sama gamla Ísland á móti Ungverjum í dag að við hrynjum í seinni. Tökum það á eftir. Við tökum það á eftir. En Gísli Þorgeir er með 9 stóðsendingar í síðasta leik og hann er bara funheitur og Snorri spila, hann er bara í 55 mínútur í síðasta leik. Þannig ég held að hann bara spila allan leikinn. Og eitt einskott hjá mér, ef fólk vil taka og vera snögg út að eins og við sjáum þá er þetta rjúka upp, það er komið 55 og 45 og 1 mínútu. Og ég treyst á minn mann Ími. Já, líka með þetta síðast, hann fekk ekki brottur síðast. Það voru fáir sem fengu brottisannir síðast. Ég hugsaði þetta líka. En hérna... Elvar, sko ég sett á Elvar í fyrsta leiknum, fekk ekki.
hann fekk brottvísun eftir 1 mínútu síðasta leik sko. Já. En ég held að Ímir spila aldrei 2 leikir og svo brottvísun Nei, sjáum sér næsta og svo fer ég yfir á eftir okkur ég með Ungverjaland plus 3,5 þessi er uppseldur hann uppseldur, já Nei. Þetta er minn seðl, hann er uppseldur Eðlilega, já, lægsti stuðl það snýst ekki um það Þetta snýst bara hvernig seðlinn er byggður og sjá þetta Ísland yfir 29,5 mörk Við erum alltaf að fara yfir 30 skítræddu við það Nei, við erum alltaf að fara yfir 30 mörkin það var 30-28 2023 Já, svo töpum við með 8 mörkum þá hefur við ekki farið yfir 29 heldur hvernig fór sá? Sáleika fór já, akkurat Það fór Við erum að fara að henda 30 mörkum í Ungverjum Nei, máli er, Já, þetta er já, við alltaf erum að alltaf spila að mot gera Ungverjum alltaf að spila mot Ungverjum þá er eins og við séum að fara með eitthvað besta lag í sögunni í Eurovision Það er sama tilfinning Það er sama tilfinning. Já. Nú vinnum Við erum alltaf að fara í eitthvað 30-40 mörg mennir svo fljótar að gleyma Já. en það er alltaf mikið að gera á nafnum í skilans í fljótar að gleyma Nei, já Ég stend við þetta og síðan við höldum áfram Uppselt. Óðinn yfir ég bara svona sína ykkur þetta Já. Óðinn yfir 2,5 mörk Þetta er leikurinn sem Óðinn er að fara Er þetta hotnamannleikur? Já, Ok Sko, Óðinn er náttúrulega besti vinniðinn það snýst ekki til það Þannig að þetta er svona, maður er alltaf svolítið hrættur að blanda tilfinningu saman við þetta sko En Orri, ég kann ágætlega við Orra líka Hvað Já, ætlar að segja ekki. við því? 3,5 Jú, og svo áttum Ómar Inga okkur í djamminu daginn Nei Sko, Orri náttúrulega- Þetta er allt eitthvað vinahópurinn þinn Orri er búin að vera frábær Ég held að Orri sé búin að vera besti leikmaðurinn okkar Og ég held ekki að núna byrjar Orri Þó að þú veist, þó að Bjarki sé ekki búin að gera neitt annað en bara, þú veist Já, hann er búin að spila 30-30 í báðanleikjunum Já. Hann getur alveg gert það líka í dag Orri er ekki búin að klika skota mótinu Nei, En og síðan ekki finnst- Bjarki að eldur Ég held að hann ekki fengið skotið Nei, síðast hodnin eru bara ekki búin að klika skotum Og síðan er Ómar Ingi við 1,5 Jú, Óðinn er búin að klika stóðsendingu skotum Já, Óðinn, já, ekki vinstri hóðnið Já, við erum að tala um vinstri Óðinn og Teitur eru búin að klika Ég var með þetta líka í síðast Ómar Ingi yfir 1,5 stóðsending hafði með okkur 0 Já, En þetta er núna En það var líka alveg típist, ég haf búin að setja á það Já. Hann tekur 2 í sig, Já. aftur fyrir sig á elliða Já. Nei, hvað, og skotum klikkað elli Ákvörð þegar Ómar senda á hann Og ég var náttúrulega með það sko. Já, það var hann ekki 5-6 Ha, Það var ekki allir 5-6 sem mitt og eitthvað svo Já. leis Þannig að ég treysti frekar á Gísla Því hann er með svo rosalega mikið af stóðsendingum Að menn nýti eitthvað af því Ég er með góða fréttir strákar fyrir ykkur og það er verið að tala um hérna menn elska þegar ég smíða seðla þetta kann ég vel að meta Þið náttúrulega takk ekki eftir þessu kommentið þykist ekki sjá Ég það sé ekki á þetta Nei, nei. Að þá munum við smíða líka meistardildið heggi Jú, og við Championship minnum á það við Og minnum Championship, Já, við verðum að vera með sko. Við lokum Lokum þættinum. þættinum á þessu Sjáum hérna strákar Við gátum ekki fengið betri mann sem epic leikmann þessa leiks en Ómar Inga Vá Hérna eru línutna bústar og það mér líst vel á 6,5 Viltu við séum að fá Ég er að fara í yfir 8,5 Já, þú ætlar að taka 9 mörg Af hverju ekki svo? Ég ætla að taka yfir 7,5 Vegna þess að ég líka bara ætla að taka þetta stakt Já, Já, ég er að segja Já, við vorum að tala um Já, það. ég ætla að taka yfir 7,5 Hann er Þú veist, í svona leik Ef hann ætlar að sína að hann sé einna bestu handboltamönnum í heimi og líka með landsliðin, hann var ekkert með fyrir að hann var í báðum þessum ungverjuleikjum 23 og 24 það er engar afsakað, núna verður og hann var ekki góður í síðasta leik spila hann svo sem ekkert mikið en hann var ekkert að byrja neitt vel, var að klúra á færum og bara svona, og Viggo bara var mjög flottur Já, og ef Ómar ætlar að sína eitthvað, þú veist, ef hann byrjar eins þá bara hendur hann Viggo aftur inn á sko Tryggjuflókið og því Viggo er bara það góður leikmaður þannig að ég held að þetta verði leikurinn hans Já. ég ætla að fara yfir 7,5 mörg Já, Ómar verður allt í öllu í okkar leik hérna verður Já. Við líka að fara yfir dæla stóðsettingum taka þetta bara stakt yfir 7,5 og svo bara sjáum við til en náttúrulega til hann gerir það og þarf hann náttúrulega að vera örugur á vítunum það sem ég er hrættast við, hann er búin að vera svo helvít örugur en nú fáum við kannski aðeins betri markmann Já, og við erum með svo margar vítaskiptur að það er ekkert mál fyrir okkur að skipta vítaskiptu þegar að ef hann klikkar fyrsta vítinu sko. það og markmanni og þeim eru þetta báðir í hérna sama liðinu í Melsungen Já, og hérna eru bara markvar að það eru pata bara hörkuleg Þið er náttúrulega að fara út núna á millir þeirra farið út á Sunnudaginn sunnudaginn Já, komið heim á fimmtudaginn Já, bara mögulega, það er ekki nefnir framlengjum að förum undan úrslitin hvetjum alla til að fylgjast með okkur á miðlunum Það verður Epic miðlunum og svakar öllu þessu dóti. það verður nú vandi að þið sleppið við fangilsistóm eins og einhverju þetta núti Já, Ég satt að segja ykkur eitt hvað þetta er Ég hef verið á pub í Svíþjóð og það stóð bara tæft að setja mig í ját sko. Já, og það var þetta ég kall eitthvað yfir salin já, Er það 2 kyn eða eitthvað áleika og bara dura verið komin þetta í einhverju stungu vesti og bara hérna Ég sendi þessa frétt á Grass á þann Já. við vorum í Malmö 2020 í á Grassi Þeir eru rosalega og stíf þar lentu 4 gæjar sem voru með okkur einmitt í djælinu Já, já
að því við sátum fyrir utan, það var einmitt í Malmö og við vorum fyrir utan hérna skemmtistæðarna og menn voru bara aðeins, þeir voru bara með ógeðslega leiðindi dyrarna, menn voru bara að svara fyrir sig og þeir endu í délinu þarna, 2 eða 3 strákar, ég nefni ekki nöfn og ég og Gústi og fleiri voru með ég sendi á Graðsáðan þessa frétt og ég ætla ekki að segja hvað hann svaraði hann sagði bara náttúrulega aldrei til þessa lands aftur og þetta er líka ástæðan já, þeir eru bara, þetta er ógeðslegasta land í heimi sem ég hef komið til og málið, samt þú alltaf þarna á sömurinn og málið er það að þess vegna líka ég bara með naflan í Köpen, ég ekki verið að naflan verið í vesinni þarna við förum upp í lest, inn í hús leikur aftur til Köpen það er eina ég ekki að fara að koma að nálat einhverjum stöðum sérstaklega eftir leik sko. einmitt, leikurinn farið illa ég eitthvað farin að skiptast á höggum við færiðingana en þetta eru ángríns þetta eru bara þvílíkir hálfvitar þessi svíjar sko. það er alveg erfiðir Þannig að ég, og svo sá maður, hann var með eitthvað smá læti, þetta var eitthvað voða fyrir svona Íslendingur í fangilsi Kristjánstad, bara svona flytinn bara 70 kíló eitulífum sko. Nei, það var bara með eitthvað smá læti, það var að kalla á eitthvað. Ég segja þetta eru bara, það er eitt sem kemur hérna hjá mig, þú ert með 1 pikk fyrir hann leik sem eru örugt, hvað myndir hólka á? Ég ætla að hólka á það. Sko, ég er fyrir hálfleiskall. Ég liggi í handboltanum Já, ég er bara fyrirháleikur og mér finnst sko fyrirháleikur nákvæmlega þarna, í forgjöf ég myndi setja Ungverjaland 2,5 var í 1,6 að þeir séu, þú veist bara þeir eru með 2,5 mörk í fyrirháleik við verum ekki með 3 marka fórustu Nei, ég held að þetta sé 160% ávöxtun, það er nú ekki hægt að Slæmikaflanum á Ungurinn kemur og stóttist í byrjun setna áleiks þú hefur áður talað um það var þetta ekki líka leikurinn sem við töpum hérna grátlega 23 erum við þá ekki yfir bara nánast 6 mörkum 6 mörkum það var bara ekkert að rifja þetta upp sko. ég held að það verið 14-8 eitthvað yfir í hálfleika ég man ekki alveg tölunar en það var ræðilegt en ok, þú veist strákar sáu þið Þýskaland Spátningar já það að segja með það að þessi ennþá greið leið bara fyrir Ísland að fara í þennan úrslitaleik Nei, undanúrslit, þau eru ekkit okkar megin Nei, en sko En hvað, þau eru ekki okkar megin Við eigum ekki séns í þessu 2 lið Við ætlum bara að byrja að komast í undanúrslit Við þurfum ekki að mæta Ég er að segja, við erum að tala um að vinna móti Þeir eru bara að tala um að vinna þetta móti Ef ekki séns í Spán og Þýskaland Ekki séns Við vinnum alltaf Spán Vinnum við alltaf Spán Orður án að leik í gegn Þessi gaurar Veistu hvað þið finnst? Þá ég skil þetta Ég veit hvað þú ert að tala um Ég hef dottið í þessa grifju og segja hvað þetta Þeir finnst þeir allir vera ógeðslega stórir og miklir og sterkir Ég hef dottið í þessa grifju Svo horfur á íslensku strákarna Gísla Þorgeir og Janus svona eitthvað litlir og nettir og góðir strákar svona mömmustrákar Þú veist En þessi eru stórir og sterkir spánar En málega svo bara þeir mæta og þið sjá það saman á vellinu Þá þetta ekki þannig Ákveður heldur að þessi íslensku strákar sé að rulli yfir þessa gæja í deildónum úti Þeir að gera það sko Þessi gæjar í Þýskalandi, Svíþjóð og þessi gæjar, þetta eru bara varamenn fyrir íslensku strákana bestu leikmenn í Svíþjóð eru bara varamenn í Magdeburg fyrir íslensku strákana Ég horfði á að leik með helvíti hörðum haugamanni miklum handboltakur og mikil áhugamæður handbolta og hann sagði við erum ekki séns í það Jú, það er alveg mál en ég skil hvort að fara menn þú veist, ég skil þetta þú ert margara ára reynslu og vinnu til að sjá þetta að þetta er ekki svona þegar liðin mæta síðan Ég hef oft hort á þetta og hort svona 2 lið og bara wow, mikið séns Ég get ekki beðið eftir þessum undanúrslitaleik Ísland, hvað mætu við? Þýskaland eða Spáni? Nei, ég held að fara nú Frakkland og Danmörk áfram þau fara, kannski 5. setið Nei, Ísland ekki að vera í Ísari keppni og fara að spila 5. setið Það er líka bara út að vera að fá bara Ef það er eitthvað undir fyrir eitthvað Já, samt heldur langt í þá sko Já, þetta telur Það gæti verið að telli En ef að taka eins Klárum hennar leik bara móti Pólandi Pólandsleikin Hann Við sjáum þetta Hann endar 23-31 Já, bara flottur seinna áleikur Mjög góður seinna Ég var ekki ánægður með fyrra áleikin Mér finnst fyrra áleikurinn bara slakur Mér fannst aftur fyrstu 10 myndina lilla Þetta var svolítið framhald af Ítaljuleikum Við vorum nú að fara Við tökum aðeins bettin aftur Kíka skjá eftir smástund á leikin í kvöld Þá vorum við mannst fyrstir í 3 Það var bara hörkust 2-90 á Póland og þeir áttur Við komumst held í 3-2 sko En þeir voru með einhver eina 2 sóknir til að gera það sko En ég verð að segja alveg pólska lið og ítalska lið
þetta er töluvert frá Ungverjunum. Þetta er mjög mikið fyrir Ungverjulegum, mjög mikið, en ég skal samt segja þér það hjá mig að þú ert það grunnur í þessu að þegar þú varst að horfa Ungverjað Pólland þá hugsaður sama á Þýskalandsbátnum við nefnum aldrei þessi lít, stórir og sterkir og miklir Veit ekki hvað, ég var ekkert að segja það En ég held að hafa hugsað það þegar þú varst að horfa það leik Alveg 100% sko Það ekki? Jú En ég er sammálaðir, þú veist fullt þetta Ungverjir með miklu betra lið Enda vinna þeir Hvernig vinna þeir vinna Pólland með 8 Ég er að segja það Já, og þeir vinna þetta bara eins og við Ítalna aðeins minna en þeir þurfti ekkit meir Nei, þeir voru bara rólegir á móti Ítölunum Það er bara Ungverjir voru betra á móti Pólverjum heldur en við á móti Pólverjum En við vorum fínir síðustu 20-25 minnur og Haukur Þrastarson var frábær þegar hann kom inn á Þetta bara, við fengum bara svona góða skýringu á bara hans hlutverki bara, þú veist, passaði ekki inn í leikinum út í Ítölum Og ég segi ykkur eitt Já Magnaði sturlaða starrend Vil ég kíkja á bettin aftur á leikinu í kvöld svona áður en förum í leikinu eftir bara svo að ég gleymi því ekki Já, farið á markaðistu menn Íslands í leiknum Já, það var enda skemmtilegt Bara markaðisti leikmaður Íslands í leiknum Já, er það neðst eða ekki? Ég sá þetta í morgun Já Sjáðu 30 Haukur Þrastarsson Já Því málega það var það góður í síðasta leik og Ungverjarnir spila eins og Pólverjarnir nema bara með betra lið en Snorri er ekki að fara ef Janus er að klikka einu færi eða Elvar að whatever, þá bara Haukur kom inn og ef hann skorur í stöðskotum, þá bara spilar að leikin Ég er að segja það, þetta þarf ekkit meira heldur en bara Nei, ég held að hann bara sé að fara að spila fullt í þessu leik Þetta er lið sem hendar hún og af hverju ætti hann ekki að spila fullt í þessu leik Hann er best af skittan okkar vinstra megin Og einhvern veginn, þú veist, Þetta er eins og að setja á gamla góð Alfred Gísla Alla Hilmars, það eru fáið 30 stöðul gamli Herru, hvað gerir sig að þeir taka þetta bara svona Herru, þetta er geggjað það ekki, 30 Mér finnst þetta vel spottað Á þennan stöðul er þetta því þetta gæti alveg gest Ef hann spilar, það á þetta bara mögulega að gerast Ef hann er að spila stóru hluta leik Hann er skitta Eitt sem við þekkjum kannski betur en annað og ég fekk smá í magan Nafli Þeir sá dómarapari kom frá Makedóni Já, í kvöld Ég er alltaf smá svona Veit ég hvað ég á við? Já Alltaf pínulegt í mér svona Gáttu ekki valið bara einhverja þjóðveri Spánveri eða eitthvað Já, normen kannski aðeins og gróft eru hrændir okkar en vera þarna En Makedóni er alltaf pínu Haukur var frábær Elli kom náttúrulega bara tilbaka þessu auðvísum Orri var náttúrulega frábær í seinna áleik og Ímir og Elvar bara frábæri í vörninni en það sem þarf að gerast í kvöld að við þurfum að fara að fá betri markvörslu Já, ég ætla einmitt að fara með þetta Viktor er með 7 varði skot Bjöggi 28% vörslu og Bjöggi með 1 varði skot Það hafi ekki þurft að vera neitt mikið meira en ég vil samt betri markvörslu Já, það er einmitt málið okkur vantar, við eigum þá algjörlega inni ef svo maður segja Gísli mjög góður í síðasta leik líka en málið er að Ómar og Janus Janus spila náttúrulega lítið og Ómar líka og þeir, en kvíld fyrir svona ég veit ekki hvort það sé gott eða ekki þeir allavega er enga afsakarnir Viggo og flottur og það sem við höfum verið að gera vel að við höfum verið að hann hefur verið að reyfa liðið miklu betur heldur en hann hefur verið að gera í síðustu 2 mótum þjálfararnir og það þarf að vera upp á 10 í kvöld En ég satt eitthvað, ég sérstaklega þegar þú veist Snorri svo sem, hann hefur alveg verið að reyfa við liðin en náttúrulega híminn hafa frá því þegar Gummi var með liði þegar var bara spilað 8-9 Já, bara eins og gamli skóli vil gera þetta Helst á 7 Helst að leifa engum varamann að spreita sig aðeins að hita upp svona í seinna áleik Hjá mig þú varst hita upp í handboltanum fyrir aftan marki Hvað tegur ástaka? Ég var nú bara hitað aldrei upp, ég var alltaf í byrjunleginu Það var bara þannig Það var alltaf í fylki Þeir náðu ekkert í 8 Maður átti nokkra góða leiki þetta Einn erfiðasta leikur sem ég spilaði á móti K.A. útivelli Varstu yngur okkur með handboltanum? Já Hann djöflaði svolítið í mér hann Ég, sko, þú varst í fótboltanum líka vantilega í fylki yngur Þannig að ég vantilega fullt að leikja Við þurfum að fanna í KSI Og málið það, þú veist, þegar ég var á yngur ári í KR Yngjurlokum, þá held ég aldrei unni fylki undir svona 8-12-0 segir mig það að hjamur þá verið í því liði 73 Ég tapaði einu leik 12-2 á móti KR í þróttaskólinu Nema hvað, ég fæ boltan á miðunni fer í gegnum einn í gegnum klófið gegnum annan í gegnum klófið komin inn í teig, sé kemur eitt varnarmaður hlaupandi örugglega verið þú, alveg á flegiferð ég tek hann í gegnum klófið og læt síðan bara vaðinn í teignum í gegnum klófið á markamanni og í gegnum klófið á markverð og allir bara trilltust, þá var staðan 12-0 eða eitthvað, það trilltust allir bara besta mark sem eru skoraðan í flotskjölinu Herðu, ég líti náttúrulega að sjá hvort að þjálfarinn hefði ekki örugglega tekið eftir þessu
sé hann koma út úr íþróttaheimilinu með kaffibólla Nei, mista hann að Ég mista þessu af þessu Hvað voru þetta, Dóri Steins og Kári Sturlu? Já, það var Dóri Steins Kári Sturlu Kári Sturlu, hann spilaði hann eitthvað með okkur Já, Yngri við Já, hann er bara 1 ár yngri Já, hann spilaði ekki þarna held Bólis, ég getur Ekki séð þennan þetta leik gærdaginn Sennilega ekki, það var langbæsti maður Getur séð úrsliti frá því gær Herru, förum að Póland er bara búið Já, ég Þetta segi- var það er easy ekki meira leikir vildi ég 2 segja. easy leikir, Ítalía og bara Póland easy. Gef ekki neitt Nei, Förum í leikin í gær tökum gærdaginn Það var Svo kemur Önnu Hjamma að sagði þetta í smástund mark nummer 2 hjá honum yngur okkur og reyndar setna markið hans eins og maður með segja 15 mörg og 10 leikjum Já, strákar, byrjum bara á Austurríki-Serbía Við hérna rættum þennan leika eins fyrir í gær Já, Mike Og þú varst alveg stafur á því að Austurríki myndi vinna þennan leik Ég alltiði samt í bettinu og sett á Serbíu Já, sem já, ég ætlaði mér aldrei að gera og ætlaði bara að láta hann vera Já, ég var ekkit endilega viss um að myndi vinna en ekki tapa honum og ég var alltaf viss um að þjóðverðinu myndi fara áfram Já En þetta er náttúrulega bara handbolti og þetta er bara skemmtilega og þetta er svo sem alveg í fótbolta líka þegar þú ert með svona 4 liðir riðli eins og að HM ef það fara bara 2 áfram ekki eitthvað 3. sæti skeftaði að þá getur þetta gest að auðvitað í fótboltanum þá fara náttúrulega bæði liðin bara, það er aldrei millirilar ég sakna þessi í fótboltanum, það var einu sinni millirilar munið hvernig það var HM nafnlega ekki sénsinn, þú átt að vita þetta já, býttu, millirilar í HM í fótbolta, geðuvikt Ég man ekki, hvernig var það? 82 á Spáni fyrsta Voru móti millirilar það? Já, millirilar England England lendi með Þýskalandi Já, og annar móti mitt, í raun og veru Já, 78 á fyrsta. England lendi, já, sennilega millirilar þar líka Já, ekki 78 En síðasta mótið allan 82, fyrsta mótið mitt já. og það var hérna England Fyrsta og svona seint að byrja að horfa á Ég tók ekki 78 Nei, ok Ég byrjaði að fylgjast með 79 Herðu, Já. og það er bara þannig að þjóðverðir er alltaf komni með 2 stig áfram Já, það er rosalt Þetta sem ég er alltaf að segja tapiði fokking rétta leikum Já Við höfum ekki master að það hinga til Nei, við höfum aldrei tapað rétta Sjáum líka, getur við skrollað þessu upp á hann riðil bara Sjáum þetta, maður horfði á hann hérna Þetta var dauðarriðli fyrir keppnina Þýskaland Spán leik En hver var svo einu sem setti inn á spjalli hjá okkur? Þjóðurinn að taka þetta Þú settir það, ég var alltaf klár á því og ég setti það líka og fekk út úr því sko Ég var alltaf viss að þjóðverðin myndi vinna og að því að þjóðverðir og hvað þá þegar Austurríki Serbar eru búin að rétta þeim þetta ekki séns að vera að fara klúrin sem Alfred sem þjálfara og þeir eru bara góðir í þessu leik þjóðverðir með hörkulið þetta var dauðariðillinn og Verður naflinn á gugguvaktinni í köpinn? Nei, það verður brunn Gugga verður náttúrulega bara heima Nei, ég get örugglega ekki hún Ég veit að það var grínst Nei, þetta er bara svo að vera með pappa, þú veist Þetta er bara Þetta er bara svo að vera með ég veri Trump pappan sko Þetta er bara vinnuferð Það er bara ægi Þetta er bara heræi og vinnuferð Ég orkin Austurríki og Serbíu það eru farin heim Þetta er hrikalegt. Höldum áfram. bara frábær og þetta var frábær riðill Skoðum hérna bara ölsnögt sériðilinn Þá þetta tjekkandi tóku Úkraínu maður var nú með hérna, mínusinn á því það var nú eitthvað fussa sveigað en maður sá það fyrir að þeir myndi pakka þeim leik saman en frakkarnir bara þeir eru allir að skora sá ég hérna á frökkunum Sakosen, hann er nú bara með 2 mörk að meðaltæli í leik síðustu 3-4 árin, allt í hann kom með 9 mörk það er reyndar eitthvað jákvæmt fyrir normenn Já, það var líka fýtt stöð fyrir mót að Sakosen yrði Nei, veist hvað línan er alltaf á hann 2,5 mörk svo gerir hann alltaf í 9 í gerð menn kannski að vera að skoða hann í milliriðlunum hann hefur bara ekkert verið að skora í 2-3 ár Normenn, þeir eru alveg búin að afskrifa þá Já, þeir fara heim með skoti milli lappana sem betur fyrr og þeir nú þurfa að vinna Dani og treysta önnur úrslit líka sko. Já, þeir eru ekki séns og þeir eru líka til Þjóðverji og Spánverji Helviti voru hollendingarnir flotti samt í gær hérna á móti Króatur en ég var ánægður að frakkarnir unnu frakkar og Danmörk er náttúrulega bara að fara í undanúrslitin held ég Ætti ekki hollendingar að vera með besta handboltaliði heimi bara upp á stærðina að gera og svona þú veist, þeir eru svo hávaxið þjóð Já, við erum að tala, það snýst ekkert alltaf bara stærðina Ég skil alveg That's what she said Frakkarnir bara vinna normenn, fara áfram og bara ég held að sé bara flott og svo var þetta hörkur riðill á Króatíu og er það ekki hvað er riðill það strákar? Já, þetta hann er ekki búinn, það voru leikið þar í gerð það voru náttúrulega einhverjum blaðamenn og vísi að tala það og eitthvað staðar að Svíjar væri búin að vinna riðilinn, menn þurfa aðeins að gera það sig sko en málega það er riðill ekki búinn Svíða og Króatía er náttúrulega spilúrslitaleikin Það er svakalur leikur en ég meina, hollendingarnir er alveg að standa í sko
Króatum og Svíum, þeir voru að standa í alveg þangað til að voru 10 mínútur eftir. Já, svolítið málið. Þá kannski kemur hæðamismunurinn. Jú, það síðustu 10 mínútur ekki gott að vera stór. Já, sjáu, Káastrákurinn og félagar í Georgíu, þeir eru náttúrulega ekki... þetta bara lið mótsins Georgía? Þeir eru búin að vera Svíþjóð og Króatía bara búin í þvílíkum erfiðleikum með það. Það samt ekki lið mótsins fyrir -12 og 0 stig, sko. Þeir átt að vera... Það er alltaf ekki mínu kokkabókum. Það er þér eitthvað. Þú tapar að það var 12-2 á káaröllinum, það er -10. Ég er sammála kokkabókum. Það allir við 20 marka töpum með Georgíu. Og ég meina, enda dagur, ég sáu það, hann hendi bara 2 lykilmönnum upp í stúku eftir Georgíu. Já, hann var harður. Engar afsakar. Þá var maður líka smeykur, því ég tók Króatana og horfði nú á þann leik hérna hjá Króatunum að þeir hafa búin að henda þessu 2 í stúkum og bara, hvað er maðurinn að gera? Er hann að fara að skemma þetta bett hérna hjá manni? En ég horfði á Króatíu í gær og ég veit að hjá mig vantilega í dettinni sampitt það er ekki aldrei unni þá, þeir eru líka stórir og miklir, en ég horfði á í gær og við höfum alltaf að vinna og við verðum mögulega þar, held ég held að Svíarnir klári Króata og ef við vinnum í kvöld og þá verður við það fyrsti leikurinn á kannabli á sunnudag. Króatíu, og við einhvern veginn ekki í höllinu og við búnir með Svíana þá sko. Já, þau eru búin með Svíana. Þannig að við langar að Króatía vinna Svíana. Ég vil fara á Ísland Svíþjóð á sunnudaginn sko. Já, ég er sammála því. Það verður ómikið læti. Fyrir raflan. Já, það verður ómikið læti. Við þurfum að leggja okkar á mörkum þar gegn Svíunum. Það er líka alltaf bara, þú veist, við verðum alltaf bara svona litlir og við mætum ykkur liðið heimaðalli. Bara ef við mætum Króatíu í Zagreb þá bara erum við búin að tapa leiknum í göngunum. Ef við mætum hérna Svíunum í Gautaborg þá bara leikurinn búin fyrir, við erum alltaf svo litli kallar að spila okkur fókin útivöllum. Já, það er ekki útivöllur í handbolta. Sérstaklega eru 2-3 Íslendingar í höllinni. Já, þeir eru áviðu náttúrulega sko, þeir eru á móti heimaþjóðinni. Já, ég veit það, ég skil hvort það meina. Já, ég er sammálaður. Já, það er komið nóga þessum afsökunum. Þetta er geðugt. Já, höldum áfram. Síðan er það bara leikurinn sem þetta snýst allt Ísland, Ungverjaland. Hvað hjá mér, hvernig er tilfinningin þín? Ég var að sjálf að segja 3.89 Ungverjaland. Þetta er 1.44 á Ísland. Já. Ég ætla ekki að vera... Þeir eru stórir. Þeir eru stórir og miklir. Þeir eru stórir Ungverjanir. Já, málega er bara það. Við erum að detta í, nú getum við farið í þetta. Þetta er náttúrulega rosalegu leikur og nú erum við að detta í, ég ætla að vera ekki djarfur að segja þessi vinnurinn að leik fyrir undanúrslitin í þessari keppni. Já. Við erum að detta í sama vannmatið aftur og aftur og aftur. Og ég veit alveg að leikmenn kíkja á þetta, ekki þjálfararnir. Leikmenn hugsa þetta bla 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 og það er einhver að segja einhvern í hádegismaturstafa, það er 3-8-9 Ungverjarna sko. Við erum alltaf að fara að vinna þá sko. Það er bara 1-44 okkur. Og það er bara, þessi stuðlar eru bara óeðlilegir. Ungverjar eru alltaf að pakka okkur saman. Þeir eru bara með svipað mót og við. Og það er verið að tala það að það vanti einhvern 1 eða 2 leikmenn hjá. Hvað heldur að koma ekki leikmenn í stend? Kíkið bara á, farðu á hérna leikmannahópin í Ungverjum, finnið það bara rólega þetta strákar, getur farið yfir hann eftir. Hvað er þessi gæjar að spila? Þetta er ekkit grín gæjar sko. En síðan líka máli sko, talandum sko að þú veist að Benítí er dottir út og þetta. En hinn línumæðurinn er bara 1.98. Það er sem ég var að fara að segja, hann er að deila stöðunni Mikael Rosta, sem er stór sterkur línumæður og er komið 10 mörg á mótinu. Já, og það er 100 kíló, 1.98, og svo nafnlinn er 1.96, nei hérna hjá minn, 1.96. 110 kíló og bara línunni og kann handbolta. Og hann er komið 10 mörg, segir við stemum leikinu. Hann satt í skítanýtingu. Þá er hann heldur betur gott ef nýtingin er vondið, þá er hann að fá endalaus boltan sko. Já, og líka þá er hann væntanlega að sækja hauga vítum. Ég er bara drullu smeykur. Og eins og við tölum daginn þá fór Benítí út af með rautt spjald í fræga leiknum eftir 7 mínútur og þá bara horfum menn að brosa á bekknum og gefa mönnum fæ og allir í stúkunni og þeir pökkuðu okkur saman. Það var 2024. Það var leik hæ náttúrulega frábær í þeim leik. Já, en það bara kemur ykkur fyrir leik hæ. Ómar Ingi var ekki með okkur í fyrra. Aron Pálmarsson var með okkur í fyrra. Já. Þú veist, þetta menn út úr liðum. Er þetta hópurinn höfum? Ok, það er hann það er Melsungen, er þetta ekki markmaður? Nei, goalkeeper, markmaður Melsungen. Já, það eru 2 markmenn í Þú ert með, en að Patrik líka í Vesprem. Þú ert með Vísla Plók þarna sem er með meistaradeildarlið og þarna aftur og þarna Melsungen sem er bara, við erum með leikmenn í Melsungen. Dínamo Búkarestili sem var þessi Rosta, hörkuleikmaður, Haukur Þrasta var þar í fyrra og þú ert með hotnamannin í Kíl og þú veist og það er bara 7 inn á þú veist, er ekki fleiri í Vesprem og líka, en málið er þeir eru satt líka með mjög unga gæja
svona 23 ára svona sem voru í 20 ára lið Ungverja sem vann silfur. Já, þetta bara hörku handbolta. En ég reyndar að það fleiri í Vestbjörnum, það bara einn í Vestbjörnum. Við erum, tveir í Pick Second með honum Janus í Daða. Það veist, og það reyndar bara nýtið, hann meiddur. En þetta verður bara, þú veist, ég ekki að segja það menni að fara að móka sér á 3-8-9 sko. Nei. En nú ætla ég að koma með það sem ég sett á seðilinn minn. Kíkjum á það. Ég sett á seðilinn minn strákar áðan, sem að menn geta tekið, ef það ekki búinn, að ég set þarna plus 3,5 Ungverland. Þetta verður alltaf leikur. Plus 3,5, já, en síðan geta menn kannski farað á móti mér og sagt, annarkvort bara töpu þessu, eða bara og það eitt í þessu að við vinnum aldrei Ungverja nema að spila frábælega og ef við spilum frábælega bustuðu það kannski bara Ungverjar hins vegar ekki minna en leikmenn og val Nei, þeir eru það er engin val í leikmenn og Ungverjar að þessu sinni en ég svo sem alveg sammála á því því að ef við vinnum þá þurfum við að vera ógeðslega góður og þetta þeir þá kannski svolítið niður og að því að við erum með betra handboltalið en Ungverjaland skilur vinnum við þá bara máta ég ætlum að brjóta þetta aðeins örstuð upp ég ætlum að gefa smá evru núna og þetta virka þannig strák, þetta leikur þetta heitir evran hvað sagði ég, tökum upp evruna það er litt nafn skýta nafn við viljum alls ekki taka upp evruna þú vildir vera með þetta nafn við viljum ekki vera í Evrópusambandi við viljum taka upp evruna vilt þú bara íslensku krónuna? Nei, dollaran þeir með ekki sjá stráka, þeir með ekki sjá en það er semst þannig, ég ætla að velja þetta úr spjallinu núna kíkjum aðeins á spjallið og þið ætla að hjálpa viðkomandi að fá evrur og þetta er bara mjög einfalt og ég hef ákveð að velja hann Drizzy Múnes á 99 sjáðu það ekki strákar mínir tröst Ísland mínus 5,5 segir hann þetta þetta er Drizzy Múnis 99 það er líka búin að peppa naflana vel í dag það er bara að peppa naflana mjög vel þetta er kongur herðu, þegar segja mér kom með 5 nöfn og fyrir hvert nafn þá fara hann 25 eurur þannig að náðu 5 þá er 125 eurur 5 nöfn í hverju? Yfir hverjir eru með flest followers af öllum leikmönnunum í landsliðinu Leðu segja nafn, þá er þið komið meitt, þá með ekki segja bara 10 nöfn, það er bara hvert nafn tilur. Já, ok. Hver er með flesta followers á Instagram í landsliðinu? Veistu þetta? Já, ég með þetta. Þú búin að fletta þessu upp, ok. En ok, ætla Mike að byrja. Þið hjálpist það. Já, við erum að hjálpast það. Við erum bara snöggir að því. Ok. Kom bara með eitthvað nöfn, þið ljótið náttúrulega hverjir eru stæðstir. Já, Bjöggi er náttúrulega mjög stór. Bjöggi er rétt, 25 eurur komnir á hann. Já, þetta er rétt. Bjarki Már Elísson Bjarki Már Elísson, hárrétt. Já, sem ég hópnum núna sko býðum að svona. Síðan er hver getur líka verið stór? Janus Daði? Nei, ég held að Janus Daði er ekki svona svo mikall sko. Þegar ég ætla að segja er Gísli Þorgeir stór. Gísli Þorgeir, 75 eurur komna. Naflan, hann er alveg... Það eru 2 nöfn eftir. Já, síðan sko... Þeir eru með konum með Bjarka, Gísla. Gísli út af mömmu sinni. Og Viktor Gísla. Þeir eru konum með það. Nei, hún á ekki... Viktor Gísli. Já, og þetta er Viktor Gísla. Viktor Gísli. Voru ekki konum með hann? Nei. Ég sagði það var einn eftir, þeir eru á 125 eurum. Þá er það held ég bara Ómar Ingi. Klárt. Sjáum þetta hérna, þetta er rosalegt, velgert 125 eurur. Gísli Þorgeir með 31.000. Viktor Gísli 21.400. Nærði ekki naflanum í einhverju svona leiki. Nei, Bjarki Már 21.300. Björgvin Páll 17.500. Og svo Ómar Ingi 14.500. Hver er nummer 6? Er einhver nummer 6? Sko það eru eiginlega bara allir sem skipta þessi bara 7-8. Janus Daði með 5.000 eða eitthvað líka sko. Það sem þessi eitthvað er að gera stækka Instagram-reikningi sinn meðan öllu athyglinna á þeim á þessu móti við vitum alveg eftir 4-5 ár eins og Bjarki bara stutti að fara hætti í handbolta þetta er eins og görður að vera byggja hvað fór Rúrik Rúrik fór með 1 til Rússlands og endaði með eitthvað 30 miljónir Þetta er hann er ánægð með þetta var skemmtilegt hjá mig þú er bara þetta með þínu betri leikum þetta er skemmtilegur leikur þetta er það var heldur betur en hvað verðum við að gera í dag í kvöld, hvernig vinnum við leikinn ég skal taka yfir þetta, ég skal spyrja ykkur hvernig ætlar að vinna leikinn ég ætla að markværslan verður betri heldur en hún hefur verið og síðan eru okkar bestu menn að fara að eiga sinn besta leik Ómar Ingi er að fara að vera frábær Gísli Þorgeir er að fara að tæta þessa vörn í sig við erum að fara að finna línuna vel við erum að fara að fá víti og mörk þaðan við erum að fara að spila sterka vörn
í mér að fara að bara áframhalda leiknum á móti Pólandi, vera frábær í vörðinni sem að fara að gefa okkur auðvelt mörk úr hotnunum og hraðablöfum eitthvað sem að mun klika í þessu leik ég hef heilt svona lýsingu það allt upp á 10 Þetta er bara jólinn komin aftur Við myndum bara að fara að skreita aftur Þetta er bara 40-18 Þetta virkar ekki svona Þetta að fara að vera svona Við erum að fara að vinna leik með svona 7 mörkum Ok Sko ég held sjálfsögur, bara eftir að horta á þess að fyrstu 2 leiki að ég held ef við förum í gegnum fyrstu 15-20 mínúturnar í lagi þá vinnum við hann leik en ef við lendum í vesinni fyrsta 15-20 mínúturnar þá held þetta verið drullu erfitt það held ég, verna þess að ég held að sé ógeðslega erfitt elda erfitt elda og líka með þetta er Ungverja gríla hún er gríla ég haldið að leikmennin séu stressaðir, hefur hrættir þótt að Snorri segir við erum ekki hrættir og Ungverðnir þeir segja að Íslendingarnir séu hrættir við sig, leikmennir ég held að, og Snorri kemur liðtal og segir við byrjum virðingu, við erum þetta frábært lið en við erum ekki hrættir við þá en haldið að leikmennir séu smá hrættir við þá Ég held ekki að það sé hrættir en þeir eru alveg meðvitaðir sérstaklega núna ekki eitthvað pólitískt samfylkingarsvar Nei, en núna er náttúrulega það sem ég ætla að fara að segja núna er náttúrulega eru fjölmiðlar náttúrulega alltaf að spurja sko nú eru þessi mídíadagur núna í gær svona skilur sem er svolítið bara frá leiknum og milli síðan þennan þá eru náttúrulega eina sem fjölmiðladæmi snýstum er að spurja töpun á móti Ungurum og ég er ekki að segja þeir ekki verið að gera það og auðvitað eru þá það eina sem þeir hugsa eru þessi töp og þetta Bjarki nefndi skilur hann átti þetta mistök rosa mistök í öðrum leiknum og alls konar svona en auðvitað eru menn gríðarlega meðvitaður þetta og vonandi bara að þetta kveiki í mönnum frekar en að brjóta á niður Ég meina Svíarnir voru með stórkostlegt lið á sínum tíma en fyrir mánu fyrir vera þeir unnu okkur bara eitthvað 18 leiki í röð og ég slatta þessu leikjum og þá gátum við alveg unnið á en við bara gerðum það ekki því við vorum heila bara hrættir og við trúðum ekki getum unnið við erum með betra lið en ég held ef við vinnum ekki einleik þá er það mitt út af þessu menn bara verða bara litlir ég veit að allt gengur ekki sem nafnilega var komið með það sem var allt upp á 10 að þá getur orðið litlir hvað ef við klikkum fyrst ef markmaðurinn tekur bara línumann okkar og getur hann þegar færunum og þeir fór hraðaflöp skorur konur yfir 2 mörkum þeir fór stemningu Snorri búin að taka jafnvel leikli eftir 10 mínútur já, því að málega mútið Pólandi þá fannst mér ekki góður í fyrra áleik byrjuð setna áleiks, fannst mér frábær og það er vinnu við leikin, ég sé þetta ekki oft hjá Íslandi ofta svona rúluðu bara með þetta eru á þeim stað núna að geta bara lent undir 3-4 mörkum, bara herðu ekkert mál bara áfram gagstrákar, eða eins og ég sá Spánverðin í gær, þeir voru litleikar þjóðurinn þeir höfðu ekki að neina að keppa höfðu samt þessu 2 stigum, en þeir voru komin áfram í undir með öndinni, þeir áttu aldrei breykið að ná þeim ekki sammála mér og ég er svolítið hræddur í það sko að við fyrir að lenda mikið undir hvar ætla mér þá að sína mér í fyrsta skipti að ég sé bara, þú veist, alvöru bóarskilur sem mæta bara tilbaka Við erum búin að taka 2 leikin og Ítali og Pólverja en ekki beint farið eitthvað rosalega orka í þá leiki Nei, það hlýtur að vera bara jákvætt ef eitthvað Ég er að segja það Nei, Þið hljóta eiga svolítið inn ég veist, þetta eru bara æfingarleikir hjá mig og fyrir hina líka og það er líka fyrir Ungverjana málega það að, þú veist, þetta er handbolti sko þú veist, þið gáttu að spila 60 mínútur í handbolta ég sá í gær þýsku leikmennina ég var ekki séð þetta í handbolta áður í restina af leiknum þá var kílómetrafjöldin og svo hljópum flestu kílómetruna með 3,8 sko þú veist, í fótbolta er hljópa 13,8 sko Segðu mér eitt, hvaða stöðu spilaði þú? Handbolta? Nei, ég var bara skitta Nei, ég var í hóttunum Ég var í hóttunum En hérna vinstra hóttunum Spá, strákar, Mike, hvernig spáru leiknum í tölum? Ég held þetta fari 27-25 Ég var að hugsa 28-26 Ísland Ég held að spá 35-26 Það gæti Það er alltaf að fara að ganga upp í svona Getum við séð, er verið að bjóða upp á þessa ritlu? Ef að það gerist, þá förum við alltaf undanúrslit Herðu, er hægt að betta á samt rétt úrslit? Það er hæsti, bara mínusinn Mínus 8,5 En er hægt að betta rétt úrslit? Nei Það er 400 móti einum með eitthvað En lokum þessu, það er meistaradeildin Já Ef að taka Ég var að hugsa en að mér finnst þessi svolítið skemmtileg halda fulltime 1-7-3, hækkar svolítið stöðlun í Ísland Heyrðu En blöðbettið, Ungverjland yfir í hálfleik en við vinnum Já Blöðbettið, ég er hrifnar af blöðbettinu 9 Já
Það er 9 á blöðbættinu. Ég nenni ekki að veðja móti Íslandi. Ég nenni ekki að vera undir í hálfleik og trúðu mér, ég ekki að vera að fylgja auðta blöð í betti. Ég ætla að láta vita að við erum ána á blöðbættinu. En tökum seðil, strákar. Já, meistaradeildin. Nei, tökum fyrst seðil í handboltanum. Ok. Við erum alltaf að taka seðil í handboltanum. Já. Svo tökum við meistaradeildina og svo rúsinu pilsöðundunum, Championship. Er þetta fyrir næsta leik? Já. Af hverju fæ ég aldrei að snúa? Hjá mig bara svo spenntur, hann bara mættur. Ég er eins og best að snúa. Já, við erum að fara að snúa hjólinu. Þetta snýst það að í næsta leik er leikmaður sem lendir á bústaður, sem í mörk leikmanna. Og við vitum það í kvöld, sem sagt, hvað er næsti leikur? Já, en við erum ekki alveg með en hann er á föstudaginn, sem er á föstudaginn. Þú veit þetta hægt. Herðu, það er Orri. Það er Orri. Það er Orri að sjálfsögðu. Já, það er geggjað. Það er Orri á móti Svíum. Já. Orri á móti Svíum. Þetta er búin að þú ert búin að sjá fyrir Svíjana. Og þána með þetta. Það er Svíjarnir ef við vinnum og þeir vinna. Vá, þessi leikur í kvöld, sko. Já, ég get ekki beðið. Herðu, ef að taka seðilstrákar með leikina í bara eitt seðil bara með handboltan saman. Já, til já. Við erum búin að ganga mjög vel hjá okkur. Absolutt. En það verður ekkert gengið samt. En við það verður alltaf eitt klikkað. Það verður mjög óöfn. Já, þið er náttúrulega ekki, ég hef ekki gert seðilega þá. Auðvitað vera bara í 19. Þið sérfræðingarnir hafa nú heldur betur verið að klikka. Við sleppum Ísland. Við förum í Makedónar. Þeir vinna bara Rúmena 1-22. Höldum því. Já, við erum ekki á háanstöðuljós. Förum í Slóvenía Færeyjar. Ég vil sjá markaskorarinn í þeim leik. Já. Færði í Færeyjar bara. Eða niður. Skipagatan. Sko, farða þess niður. Vinur minn Willem Poulsen, er hann ekki alltaf að fara að setja 2? Hvað er mitt vinur minn? Hann er á eldisómeistari. Já, hann er góður. Ég hef dottið í það í. Þú sér það að þeir eru búin að fatta hann er á eldi. Þeir eru að fatta hann á eldi, en skipagatan. Já, ég er líka sko. Já. Vá. En Willem Poulsen. Ég hef dottið í það með honum í Færeyjum. Já, en strákar, þessi leikur Willem Poulsen, hann búin að vera að skora eitthvað? Já, það er hann gerði fræða mig fram hérna. Þeir vinna ekki Slóvenina. Er þið ekki að fá 1x bara á þetta? Hvað er stöðlun á leikinn sjálfan? Já, elskaði naflinn, þetta er ekki full mikið af því góða. 2-22. Er hann þá við hérna landsleikja hérna Íslands? Það verður að góðulega dritt Ef að setja bara á Slóveníu. Já. Sko, menn segja hann, eru menn ekki heiti fyrir Færeyjasýri? Eru þið þar? En er þið farað á plúsin á Slóvena? Ég er eiginlega hrifnar af, já, þetta verður alltaf leikur. Já. Farað á plús 2,5 á Slóvena? Já. Ok. Ég samla því, þetta verður spennandi leikur. Ok. Já. Og síðan eru við með Það er drullu stressaður þessu leik. Pólland, Ítalía. Ég er ekki hrifin að fara á þessu leiki að liðinu og dóttin út. En að taka overs í Pólland, Ítalía. Einhvern veginn, þú veist, hvort lið að fara upp og hérna riðlinum. Hvað er overs á þetta? Er öskubusku ævintýri Ítalana að fara að halda áfram? Ég er samt, sko, málega er að svona leikir mann geta verið svo litlir í sér í byrjun og það geta bara verið 3-3 eftir 12 mínútur það kom alltaf mörg. Nei, sleppum þessu leik bara. Já, sleppum þessum. Þetta er á morgun. Þetta er í dag, Danmörk, Portugal. Við erum með Norður-Makedóníu. Danmörk, Portugal færi það. Það er leikur. Hvað er mínusinn á Dani? Vá. Portugal er með fárulegt jafntefli síðast. Já. Er þetta ekki bara mínus 5,5? En markaskorarar. Nei, er þetta ekki strákar? Er þetta ekki pluss 7,5 á Portugal? Það er farið markaskorara. Pluss 7,5 á Portugal. Förum í, hvað er Fransir og Costa í þessu leik? Costa. Farið þetta yfir 5,5. Já, er Costa að vinna okkur gæsta? 11 mörki síðasta leik. Já. Hann er langbesti maðurinn á þann sko. Já, Vil ég taka einn viðbútt? Svona mér 2,58 ekki til að vera mikið að labba út allan bæ og láta vita því sko. Verður ekki bara hérna Ef það bara taka óverið? Er það óverið eða það? Það er stærfið leikir. Já. Tökum með 1,62. Já, ég er sammála nafnum. Ég er sammála honum. Ok. Hérna erum við 4,18. Já, 4,18 er alltaf. Við tökum því alveg. Makedónia, Slóvenía plus 2,5 fransku. Er þið sammáli Costa eða fyrir Gitzel? Nei, höldum Costa. Er það? Já. Undir á Gitzel, hann er kvildur, segir Bóton G. Já. Hann er alveg Bóton G.
Það lítur hann eitthvað meiddur. Það meiddist línumæðurinn á dönum. Já. Hann meiddist. Alvarlega. Já, þannig að það veikir það. Jæja, þetta er flott. Já. Herru, þá Þið brendið ykkur á blúsnum að færi að segna sem þið ætlaði aldrei að læra. Nákvæmlega. Ég held að Slóvenía vinni þú. Já, það var reyndar að hafa naflin. Það áttu að fara í markaskorar. Það var ekki bara Hjörvar. Hann er ekki hrifun að færingum þessa dagana. Ég er sammála í Hjörvari. Hvað er verið að sleikja bla 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 og þessu færingum alltaf. Frændur okkar. Ég er bara aldrei komið þarna. Ég eitt frænda þarna sko. Ég er enda farið á deildaleg í handboltanum þarna. Já, þú hefur verið eitthvað flakkið þarna. Já, vinur minn var að spila í þá komið að Meistaradeildinni. Nafli, þú ert nú okkar helsti sérfræðingur í meistaradeildinni. Já. Og svo kemur þú náttúrulega með Championship hjá mig. Já. Tökum Championship, verðum að gera það. Já, tökum hérna. Þetta er þvílíkur dagur, maður. Ef það grínast, maður verður bara með alla iPad-a fjölskyldunar og... Já. Ég er náttúrulega með einn, ef við getum bara sýnt seðili minn. Það lána bara. Getum ekki bara gert það, strákar. Sýnum bara meistaradeilda seðili minn og síðan fara hjá mig að taka í beinni. Já. Það er sniðugt. Þú varst með frábæran seðil. Ég nefnilega var með laglegan, þó ég segi nú sjálfur frá. Þá var ég mjög ánægð með seðili minn. Sér Keli bara Sjá strákar. Í Olympiakos Leverkusen, bæðilíðskora. Real, auðvitað með bara í Arbeloa boltanum, er að fara valt yfir Monaco. -1,5. Arsenal skorar 1 mark, já. Og síðan er Napoli yfir 1,5 mörgum út FCK. Við höfum þetta sé FCK í alls konar brasi. Varnarlega og með 2-31 það er ekki sem ég ætla að taka stakk og Tottenham skori 12-57 já takk þetta er sitt hvað er lægsti stöðullin? Tottenham Arsenal nei Tottenham og hvað klikkar á þessu? Það sé ekki Tottenham Akkurat Það er alltaf sama þegar maður kemur inn í þetta eitraða umhverfi Þetta sé lélegast að liði í Evrópu Þetta er Tottenham Já, læstur hann bara í versta meistaradeildinni Þeir eru búin að vera skemmtilegir í meistaradeildinni Já, alltaf læg En hjá mig gerði lokum eins og Championship Það er Championship Ég vil þú takja 1 meistaradeildar og 1 Championship Ok, ég tekja meistaradeildar Ég sé City Ég ætla bara að elda ykkur í Ég ætla ekki að taka að segja það sjálfur Bodo Glimt City Já 1,41 á City Settum -1,5 City Já, ég sammála því Já, -1,5 City Hann er að fara að spila fullt af góðan leikmönnum Já, hann er bara að fara að klára Hann er reiður núna sko Hann er bara bálreiður Hann refsar um og lætur alla að spila 2 í stuður Já Farðu einmitt í Tottenham fyrri hálfleik yfir 0,5 mörg Á Tottenham að leikinn Á Tottenham skori í fyrri hálfleik Já Það er gott fyrir mitt bett Gerum þetta aðeins skemmtilegt 1,99, bara 1 mark í fyrri hálfleik Dortmund-liðið er ekkit sérstætt Nei, fá mikið fálega Förum í Copenhagen-Napoli Copenhagen-Napoli Copenhagen Ekki bara 2-0-3 á Napoli Settu bara 2 á Napoli Bara búið, við erum ekkert að hugsa það meira Vinna er ekki Förum í Inter-Arsenal Förum í Inter-Arsenal Þeir eru ekki að spila eins og Barcelona Nei, ítt á það Hvað er að gerast? Farið spjöldin Nei Farið spjöldin Yfir 2,5 Það má sleppa Er þetta Groundhog Day frá Jamma.net? En málið býðið með þetta Málið er það Bæði þessi liður eiginlega komin áfram Þessi leikur skiptir ekki brjálæðislega miklu máli Passaðu á spjöldunum Ég bara segir þetta einu sinni, ekki aftur Sko, maður ánáttúrulega ekki að hlusta á þetta Það er bara 1,31 Farðu aðeins þá, takt þetta af Farðu undir 4,5 Já, ég myndi freka verið það Farðu undir 4,5 Það er herri stuður, munn herri Já. En ég myndi aldrei verið undir heldur 11,55 Já, þessi er flottur Gleðileg jól Allir saman Það er komin money time Já 11,5 Ég eldi þennan Ég ætla að sofa á spjöldunum Því ég hátegi slúrnum mínum Setna bara slúrnum Ef að fara yfir 4,5 spjöld Já, þá mátt ekki sko Þá kem ég upp í Garðabæ og tek því þú getur líka sleppt þér sko Ég get alveg fundið 1 leikana fyrir til að bæta við frekar heldur en hafa þetta sko Þetta er geðvegt Championship, síðast Þetta er bara geggju umfyrir í Championship Það er síðast alveg Það er umferð þar á hverjum degi Ég fór aðeins og lága yfir þessu í gærkvöldi Þeir spila alla Þeir spila rosalega Þeir eru harðir 46 leikir Ég veit það, mist alltaf verið meiri viku leikur En þarna er ég búin að sjá nokkra veikleika hjá grassanum og það er oft gott þegar maður spotta veikleikana og það er því miður Blackburn Rovers, okkar menn þeir eru í vesinni og ég ætla bara að segja straight win Swansea
Okay. Það straight win Swansea. Ef einhver veit eitthvað með þetta þú. Ég hef ákveðinu, Sheffield Wed, ég er alltaf býð eftir að þeir fokki samt upp seðli hjá manni, þannig að ég bara, þeir tapa öllu leikjum, þeir geta ekki neitt. En ég ætla að fara í Birmingham City, fara í Birmingham bara straight win. Og fyrir síðan West Brom Salzburg Norwich, farið þar, ítið á hann, og farið í spjöldin, og yfir 2,5. Já, það frekar þar. Sko, málega, ég er með nokkra í gangi þarna í þessu, en þessi svona... Negla? Já, ég finnst það að vera negla. Blackburn náttúrulega, þeir eru örugglega eftir að fokka þessu fyrir mér, en... Blackburn á móti Swansea? Já. Nei, þeir get ekkert Blackburn. Þeir get ekkert. 4,5. Já. Easy game, sá klóki. Herðu, 19:30 kvöld. 19:30. Já. Þetta er rosalegt. Ég get ekki beðið. Verður þú heima bara? Já, ég er heim með guttan. Það er leikskóla frí á morgun. Það er eitthvað starfstæður hjá þessi liður og það er tvisar í viku, sko. Við vorum við Kópavós bara með starfstæð síðasta föstudag. Við pössum okkur. Þannig að ég leiði strákurum að vaka lengur og við tökum leikinn og pop og kóka eins og maður segir og ég get bara ekki beðið eftir þessu leik en þetta, ég verð trilltur ef við töpum þessu leik, ég get alveg sagt ykkur, ég verð trill. Förum í gegnum fyrstu 15-20 ás að vera einhvern 2-3 mörgum undir. Svo mætu við grjótarur á föstudaginn. Má ég spyrja einu, hvernig fara fyrst í 3 mörg, Ísland eða Ungverjaland? Ísland. Ef að taka síðasta strákar það var svo gott síðast. Já, það var gaman. Það munaði engu, að pólverðin við tekið það. Það var svo mikill munar á stöðlunum. Er það ennþá í boðið? Já, 2,1 og 1,66. Já, 2,1 á Ungverjana. Já, þetta er bara 50-50 bet. Ég er svolítið hrifinn af þessu Ungverjar að þeir fari í, þú veist... Þeir mæti grimmir. Já, en svo förum við að siglum yfir og verðum yfir í hálfleik. Með einu marki. En ég hvers að menn bara láta þetta í friðinni með sjö smá svona aðeins veikir í þessu. Það er gaman að þessu. Það er gaman að þessu, heldur betur. Geggjað. Herðu, takk í dag strákar. Við erum aftur á föstudaginn.